Hjónin Kristín Kolbeinsdóttir og Grettir Hjörleifsson opnuðu veitingastæðin Silfu á Laugalandi í Eyjafjarðarsveit fyrir 3 árum síðan. Staðurinn er eini veitingastæður Norðurlands sem sérhæfir sig í grænmetisfæði og hráfæði og hefur verið afar vel tekið. Það eru bara mjög góðar. Ég komu eiginlega, mér ekkert mjög mikið óvart en mörgum öðrum skemmtilega óvart. Þannig að við erum bara ánægð með það. Þetta er orðið jafnara heldur en var fyrst. Var komin í rauninni þörf fyrir svona? Já, mér finnst það. Ég náttúrulega stofnaði þetta af því að það gerði enginn annars og var ekkert svona í deglunni að þetta væri að fara að opna á Akureyri. Og þegar ég fekk þetta hús, það var alveg tilvæglega að prófa allavega. Og ferðafólki og sérstaklega útlendingarnir eru rosalega þakklátir þegar þeir koma hérna. Finnum mestan mun á því. Og það eru fleiri og fleiri sem eru að uppgöta kosti þessa fæðis? Já. Þó að fólk sé kannski ekki alveg á kafi í grænmetisfæði, en það bara alveg vígan eða hráfæði, þá er alltaf fleiri og fleiri sem vilja hafa þennan kost líka. Vist gott að geta gripið eitthvað hollan skyndibuta jafnvel, kallaði það stundum, að þá mér finnst mikil aukning í því. Og þú ert staðsett hérna á mjög skemmtilegum stað, það verður nú að segjast. Við erum náttúrulega svolítið að selja líka þessa upplifun, að koma út í sveit, hafa þetta dásamlega útsýni sem við höfum, geta sest út með kaffibollana ef fólk vill og líka bara að fólk talar um það er svona að liggja þessi hálfgerð heilun, að sitja við gluggann, borða góðan mat og horfa út. Og við fáum oft mikið þakklæti einmitt fyrir það að vera í svona kyrrð, það er ekki svona gauragangur og læti, svona auðvitað stundum fyllist salurinn og þá er meiri hávaði en svona öllu jafna þá höfum við svona kyrrð í neymir, ekki stress. En þið hafi líka fengið lof fyrir það að þið eru mjög fjölskylduvæn staður, þið gleymið ekki börnunum. Nei, og margir halda sko því ekki að fara með börn á svona stað, það sé ekkert að borða fyrir þau, en allavega öll börn borða ávexti og öll börn borða eitthvað grænmeti og við útbúum fyrir þau ef að fólk vil eiginlega hvað sem og við stundum verið beðin að elda havragraut og þá gerum við það bara. Þetta er mjög þægilegt þannig og fólk getur eiginlega beðið nánast hvað sem svo framlega sem það er ekki fiskur eða kjöt. Og svo má heldur ekki gleyma að þið eru með gott dótahorn og útiaðstæðan náttúrulega mjög skemmtilega líka fyrir börn. Já, nú erum við að byggja upp nýja aðstöðum, búin að vera að því í sumar, þannig að það er allt búið að hvolfi hérna úti. Og við erum að setja sandkassa, þannig að krakkarnir geti farið að leika sér í sandinn. Svo var verið að benda okkur á að setja upp mínigólf og það er svona í skoðun hvort að við gerum það fyrir næsta sumar. Og síðan hérna inni erum við bara með gamla dótið barnanna okkar. Og vinsælasta dótið er það sem þau áttu þegar voru lítil. En þú ert ekki bara upptekin við uppbygginguna á sjálfum veitingastæðnum. Þú ert farin að selja vörurnar líka í verslunum og hefur selt það líka hér, komið þína eigin framleiðslu línu. Já, það vantaði þegar ég byrjaði að fara svona mikið út í hráfæði og svona glútenlaust og mjólkulaust og eggjalaust. Þá stóð ég bara frammi fyrir því að ég fekk ekki brauð og ég fekk ekki álegg og það var svo erfitt að finna eitthvað. Þetta var svo einhæft sem ég var að borða. Þannig að mér fannst þetta tilvalin hugmynd og ég talaði við þau í Fish Company og spurði hvort þau vildu vera með vörurnar. Og við byrjum þar fyrir síðustu jól og það hefur gengið alveg glimrandi vel. Við erum með kexin okkar og salatinn og nú erum við búin að bæta við hristingum og söfum og tíagraut erum við með svona annað slagið sem er svona nýtt æði svolítið í Íslandi. Og eins erum við að selja svona salgæti og kökur og þetta rennur út. En það er ekki allir sem kannski vita hvað hráfæði er. Getur þú útskýrt það aðeins betur? Já, hráfæði snýst um það að þú notar enga vörur úr dýraríkinu. Þú hitar þær ekki við 49 gráður. Vegna sem leið þú ert búin að hita yfir það hitastig, þá ertu að skemma ensímin sem eru í matnum. Og eftir sem við eldumst þá minnka meltingarensímin í líkamanum. Og þá er svo gott að fá ensím úr fæðinu til að hjálpa okkur að melta fæðuna betur. Og þú heldur í raun og veru, það verður miklu minni rýrnun á öllu sem er í fæðunni, við það hita hann ekki meira. Þannig við þurrkum og við blöndum, við súrsum svolítið, þannig við sýrum í eigin safa eins og súrkál og svona og búum til alls konar, leggjum í bleyti þannig að við fáum aðeins spírun. Þá ertu komin með alveg næstu lifandi fæðu, gerir það. En margir hræðast einmitt þetta að þið teljið þetta sé svo einhæft. Já, það er náttúrulega bara oft þegar maður er að byrja, þá er þetta voða einhæft og þá bara finnur maður bara uppskriftir á netinu eða í bókum eða
Sola náttúrulega á Gló búin að vera algjör snillingur í að dreifa til okkar alveg helling og hún náttúrulega minn svona lærifæði svolítið og ég nota mikið frá henni og mér finnst það bara frábært og hefur hjálpað okkur á Íslandi alveg óbúslega mikið. Hér á borðinu erum við með dæmi hráfæði og þú ert að selja svona keksi, þegar ekki? Já, við seljum 1500 þessu keksi og með mismunandi bragði og þetta hefur slegið algjörlega í gegn og þetta bæði hægt að nota sem snakk hreinlega. Ein tegundin bara svo nammi, hún með svona kanil og döðlum og svona þessi sætt. Og síðan erum við með salutin og við notum þau náttúrulega líka á brauðið okkar. En salutin eru svo sniðið vegna þess að þú getur notað þau sko ekki bara sem álegg, þú getur líka notað sem meðlæti með öllu mat og ef þú átt hráfæði þá getur þú notað sem fyllingar í tómata, í paprikur, í sveppi. Þannig að þú getur leikið svo mikið með alla vörurnar og blanda þessu saman. Og þegar þú ert með hráfæði pizzu til dæmis, þá ertu bara að gera botna úr svona fræjum og kryddi og grænmeti. Þetta er virkilega gott. Takk fyrir það. En hvað svona annars framöndan? Þú ert semst að selja þessa vörulínu hérna norðanlands. Fer hún eitthvað víðar eða? Hún seld í fiskkompaníinu upp í næsta hverfi við Lena Bónus og svo hún í Flóru í Hafnarstræti og Kristín í Flóru búin að vera með vörurnar mína lengst. Hún búin að selja keksi mitt bara síðan ég byrjaði að búa þetta keks til fyrir 5 árum. Þá byrjaði ég að búa þetta til að selja bara hér í gegnum námskeiðin mín. Af því ég með námskeið svona fæði og síðan hún búin að fá ískáp þannig hún ekki fann að geta selt meira salut og hristinga og svoleiðis. En veturinn að skella á? Já, nú erum við að loka næsta sunnudag veitingastaðnum og þá verð ég bara fyrst og fremst í því að framleiða til að selja og svo þetta bara einhvern veginn þannig að ég svo nýjungugjarn ég þarf alltaf að vera að prófa eitthvað nýtt þannig að það alltaf svona bak við eyrað hverju get ég bætt við og það nýjasta sem við höfum verið að gera og selja eru grænir safar og hristingar og þetta náttúrulega allt hráfæði þú ert komin með svona drykki þannig að eins og ég til dæmis alveg 80% hrá af því að ég nota svo mikið bara drykki og þá þarftu bara að passa að setja nú og fjölbreyta alltaf og skipta út til þess að þú nota í og við notum þessi hristingun okkar þá búum við til okkar eigin möndlumjólk við notum ekkert úr fernu þegar við erum að selja svona í flöskum þannig að þetta alltaf alveg hrein vara. Herru, þetta hljómar mjög vel og það verður spennandi að prófa betur vörurnar frá þér. Nú getur maður gengið vísum inn á Akureyri.